engin kynning á þættinum? Hvar sögumaðurinn? Ég hef ekki séð hann, Harry. Hann ekki mættur? Hvers slags þetta eiginlega? Þið verðum ekki bara að hringja heim til hans? Þetta næri ekki nokkur átt. Nei, svakalegt. Halló? Já, þetta sögukonan? Já. Sælvertu, þetta Harry Rögnvalds einkaspæjari hér. Já, ég hinn hundrykki aðstofamaður. Heimir Snitsel. Heiðu Heimir. Já. Sögumaðurinn heima? Nei, hann ekki heima. Við erum nefnilega í stökustu vandræðum. Leikritið byrjað og hann hefur ekki látið sjá sig. Guð almáttugur, ég höfði svo sem átti vita það. Ha? Hann kom ekkert heim í nótt og ég hef ekki hugmynd hvar hann að flækjast. Nei, nú nóg komið. Þið eigum þú að hætta hér? Við verðum bara að grípa til okkar ráða, Heimir. Já. Hvar eru þið, Harry? Þú verður að lesa upphafskynninguna, Heimir. Já, hvar er hún? Hérna, blaðsíðu 3. Já, ok. Nú verður flutt leikritið með öðrum orðum. Nei, með öðrum orðum. Svakamálaleikrið í rosalega mögrum þáttum. Mögrum? Mörgum þáttum. Já, rosalega mörgum þáttum eftir smá stund. 8. þáttur, morð skulu standa. Var þið ekki bara í lagi hjá mér, Harry? Nei, ég skal taka við. Eins og nærri má geta var það seint kvöld að við Heimir Snitsel, aðstoðarmaður minn, sátum saman á skrifstofu minni. Það hafði fremur lítið verið að gera undanfarið, en nú grúfðum við okkur yfir verkefni sem tók jafnvel enn meir á taugarnar en flest það sem við höfðum fengist við áður. Teningunum kastað, Heimir. Ég veit, Harry. Hvar bíllinn? Hann það í Hverfisgötu. Ég skil. Hver á þetta hótel hérna? Ég skulda með 5.000 kall. Ég verða bara að veðsetja reynimelinn. Gjörðu svo vel, Heimir. Já, takk. Þú ert að gera. Já. Nei, 5. Bankastræti. Ég kaupi það. Svona, og þú ert að gera, Harry. Já. 2. Fristaðu gæfunar. Já, býttu nú við, já. Farðu beinilega í steinin. Þú farð engar 2.000 krónur þótt þú farið við byrjunarreitin. Ég get þetta ekki, Heimir. Ég hef ekki taugar í þetta. Mér finnst þetta alveg rosalega gaman, Harry. Það komið sælir elsku engla bossarnir mínu. Góður, Heimir. Hann dottinn í það. Dottinn í hvað? Hvað segja bændur þá? Þeir eru ekki bændur. Þetta Harry Rögnvalds. Og ég heim. Þegiðu, Heimir. Elsku ástarpungarnir mínir, mikið svakalega gaman að sjá ykkur. Þú veist það kannski ekki að leikritið byrjað. Jú, ég elska mig. Sýnið mér bara hvert eru komin í handritinu og réttum mig sjálf í logandi kvelli. Hvað svo glatt sem góður að vinna fundur. Syngið mest á hvað komum. Gleðin skín á vonar hér. Þegiðu, Heimir. Má maður syngja? Heimir, þú ert svo mikill öðlingur. Ég hef alltaf kunnað svo óskaplega vel við þig. Fáðu nú neðan í því með mér. Komdu að það. Neðan í hverju? Þetta gengur ekki. Við verðum að láta renna af honum, Þú Heimir. meina renna úr honum? Mér finnst það nú hálf ógeðslegt, Harry. Skellum honum í kalda sturtu og hellum svo í hann bleksterku kaffi. Það ætti að hafa sín áhrif. Já, ég var bara spuglur í einu, Harry. Já. Og ég var að spuglur í því. Sko, ef við hellum miklu kaffi í hann, þá þarf ennþá meira að renna úr honum. Heimir. Nei, ég var nú bara svona spuglur, ha? Hvað þetta? Akkur látið þið svona mig, strákar? Eins og ég get ekki unnið þó ég sé aðeins búinn að smakka. Viltu koma þér aðeins hljóðnemanum öfingið þinn og byrja að lesa? Hvað skýta mórall þetta? Hvað? Rakk með þessi hljóðnum. Já, þetta Hallgrímur Thorsteinsson í Reykjavík sýnir svo... Hvað er að láta gömul handrit liggja hérna út allt hist og herri stúdíón? Jöfnveldir hún leður á þessu djópi. Býtum við. Sjá hérna. Já. Harry og Heimir settust nú á rökstóla. Öfsikið. Rosalegir óþægilegir þessi rökstólar. Hvað getum við gert, Heimir? Sjáðu hvað ég gekk upp til sjoppu, Harry. Hvað? Svona ferðaþrista. Ferðaþrista? Já, maður bara skefur ofan að þeim og gáðu hvort maður hafi ekki unnið eitthvað. Þú mátt eiga einn, Harry. En þú skulle vera að eyða peningum í svona vitleysu, Heimir. Það vinnur aldrei neitt á svona miða. Nú þurfum við bara að finna gott verkfæri til að skafa með. Ég veit, renningin hérna á gólfinu. Renningin? Já, er þetta ekki skafrenningur? Æ, Heimir. Má maður skafa? Harry. Ég fekk engan vinning. Ég sagði þér þetta. Ég fæ bara miða á diskótek. Hæ? Stendur hérna, Evrópa. Má sjá. Nei, þú er unnið ferðalag til Evrópu, Heimir. Ég get nú bara tekið strætó á þangað, sko. Þar Hagarsund. Nei, þú skilur ekki, Heimir.
Þú ferð flugmiða til einhvers lands í Evrópu. Ertu að meina þetta, Harry? En hvað með þig? Ó, ég kemst einhvern veginn fram úr því. Fram á rúminu? Til hamingju, Heimir, ég vildi gjarnan verið í þínum sporum. Þú getur það alveg, Harry. Ha? Þau eru þarna á gólfinu. Hver? Mín spor. Glemd að þurrka mér áðan þegar ég kom inn. Heyrðu, nú átt þú að skafa þinn með það. Já, það er rétt. Bandaríkin, Evrópa, Bangkok. Við höfum borðað þar, Harry. Manstu, fengum fiskisúpu? Æ, þegiðu. Ok. Ísland. Hótel Ísland. Hvernig er allir fiskisúpan sem þar? Evrópa. Heimir! Varstu að kalla mig, Harry? Ég vann líka ferð til Evrópu. Flott, Harry. Heyrðu, eigum við ekki að verða samferða niður á Hlemm? Það er leið númer 4. Strákar mínir, til hamingju, heyrði, mér þykir þetta alveg ofsalega leiðinlegt, maður. Ég veit að menn megi ekki mæti í vinnunni í þessu ástandi. Ég veit vel að þetta er vandamál hjá mér. Þetta verði að fara að gera eitthvað í mínum málum, sko. Einmitt, en viltu ekki lesa það sem stendur í handritinu? Jú, en þetta verður bara okkur á milli, ha? Ég meina, þið farið ekkert að láta einar útvarpsstjóra vita af þessu, eða nákvæm? Viltu koma þér að verki, aumingi þinn, annars tökum við af þér ekkoið. Strákar í guðina bænum ekki að skella svona, ég þolið ekki. Það er satt, Heimir. Við áttum það svo sannarlega inn að komast til Ítalíu í frí. Það er ekkert sem jafnast á við að liggja svona á ströndinni og láta sólina baka sig. Bara eitt sem ég hef áhyggjur af, Heimir. Heimir! Varstu að kalla mig, Harry? Hvað heldur það séu margir hérna á ströndinni sem heita Heimir? Ég er glad tóða, Harry minn. Halló. Takk eftir. Allir sem heita Heimir, rétt upp hönd. Það er bara eitt sem er rétt upp hönd. Það var ég. Þá hlýt ég að hafa verið að kalla á þig. Ég skil. Hvert fórstu? Ég fór bara í sjóinn að synda. Þannig veistu það, Harry? Heldist ég að fitna. Og af hverju heldur það? Af því að kúturinn minn er að vera allt og þröngur á mig. Hvernig er sjórinn þetta? Hann er ágætur. Kannski svolítið saltur fyrir minn smekk. Vistu það, Harry? Já. Það er hákarl hérna. Hvað segirðu? Ég segi... Er hákarl hérna? Já, Harry. Guð minn góður. Hvar er hann? Hérna. Hérna hvar? Hérna í nestisboksunum mínu. Ég tók með mér kæstan hákarl. Heimann. Vilt þú, Harry? Æ, Heimir. Hvað? Ég held ég hafi farið allt of geyst í sólbæðið. Eins og viðkvæmur í húðinni. Ég er að brenna, Heimir. Ég redda því, Harry. Hvernig þá? Bara svona. Hvað er það að gera, Heimir? Hættu þessu! Hvað ertu með, fíflið þitt? Slökkutæki. Ég sagðist ekki vera að brenna. Ég er alveg skaðbrendur á bakinu. Ó, þetta er svo vont. Berð á bakið á mér, Heimir. Ok. Æ, Heimir! Þú sagðir ég ætti að berja á bakið á þér. Nei, ég sagði berð á bakið á mér. Ok. Æ, nei! Það voru verið erfitt að gera þetta í gæðis. Heimir, ég bara byrja þig að bera á bakið á mér. Bera á bakið á þér? Já. Hvað á ég að bera á bakið á Þú þér? áburðað við það. Svo vil ég sjá. Það er getað sagt það strax. Já, þetta er betra. Hvaða fíla er þetta? Ætlum svo ekki bara áburðinu sem ég er að bera á þig? Hvernig áburð ertu með? Ég er bara með skarna. Heimir! Hvað er það? Ertu að hafa áhyggjur af arfanum? Blessa, ég skal reyta hann fyrir þig þegar þar að kemur. Kvöldið á hótelinu. Strákar, er nokkuð meira kaffi handa mér? Viltu meiri fiskisúpu, Harry? Nei, ég verð að fá meiri jógúrt. Ég held að þetta er jógúrt vond. Ég ætti ekki að éta hana, fíflið þitt, ég ætti að bera hann á mig. Ég er svo rosalega illa brendur. Sjóðu, ég er allur rauður. Og ætlar þá að bera á því jógúrt? Já, hún kæli svo vel. Já, ég komið skyr og rjómað heimann, Harry. Viltu það ekki frekar? Nei. En súrmjólk og púðusykur? Nei, Heimir. En cornflakes? Nei! Farðu og fáðu jógúrt fyrir mig í eldhúsinu. Ok. Ég var reykastinn. No, contribuino troppo di cadenza! Idiota! Violenza grande marinata! Muerteli! 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 Guð minn góður, hvað er á seiði? Maðurinn er dáinn! Þjótt! Tjena! Nei, kammermeister! Nei, þú þarna! Sí, signore. What's going on? Ég meina, hvað er sem sker? Ég meina, was ist los? Ég meina... Þú meina, hvað er á seiði? Já, það má orða það svoleiðis. Nú, þetta er ekki neitt, það er bara einhverju sem ekki geta borga reikninga. Ha? Gat ekki borga reikningi? No. Og er hann þá bara stútað? Sí, Don Ravioli segir, enginn má skulda. Scusi, signor, ég verð að fara að skúra gólfið. Harry, veistu hvað ég sá? Það er herbergi hérna,
fullt af æðislegum spilum. Spilum? Já, svona teningaspilum og svoleiðis. Svo líka rúlluterta. Rúlletta. Það eru örugglega spilaviti. Við skulum koma á Harry. Kannski eru þeir með Matador. Þú veist að ég þoli ekki Matador. Svo er ég ekki nokkru ástandi til að spila. Ég er að fara upp á herbergi og leggja mig á eftir. Fékkstu jógúrtina? Já, hún er hér. Já, berðu aðeins framan í mig. Ok. Fyrirgefðu, Harry. Ég gleymdi mér. Hvað á að bera á þig? Alls bara það sem ég er rauður. Ok. Heimir, þú sullar á jakkan minn! Já, en hann er rauður. Í reykmettuðum spilasalnum ultu teningar borð. Rúllettur snar snýrust möndur sinn og skuggaleg pókerfjés földu sig á baki spílinn. Innan við barinn blönduðu liprir barþjónar litskrúða og koktela. Alls konar koktela. Virkilega góða koktela. Fyrirgeðu? Sí, señora. Una Bloody Mary. Heyrðu, á nú að fara að rétta sig af. Nei, fyrirgeðu. Ég fæ mér bara meira kaffi. Já, strákar. Á ekki að spila meira? Gato, con tu e potete franca. Já, nei, ég er ekkert á því að gefast upp. Ég er komin í stuð. Má ég prófa þessa rúlluhettu? No è pirata della ruletta. No. Hey, þetta er æðislegt fjör. Snúið mér annar rúmt, strákar. Heimir, hvað erum að vera? Hey, halló, Harry. Komdu og fáðu þér smá salíbunu með mér hérna í rúlluhettunni. Una grana idiota. Ekki að sitja á rúllettunni, fíflið þitt. Komdu þér niður í kvelli. Ok, Harry. Við svimar svo rosalega. Come tu la lira staccato, pronta fettura che basta. No, Clara. Hvað er hann að segja, Harry? Ég held hann sé að segja þér að borga það sem þú skuldar. Nú, ég er búinn að því, Harry. Búinn? Ætlar að segja mér að þú hafi verið að spila með gjaldeyrininn? Nei, ég ætla ekkert að segja þér það. Segðu mér það, Heimir. Varstu að spila með gjaldeyrininn? Nei, Harry minn. Það var eins gott. Ég var að spila með teningum. Jú, ég veit það, fíflið þitt, en lagðirðu gjaldeyrinn þinn undir? Undir? Nei, ég lagði hann ofan á. Ofan á? Já, ofan á þinn gjaldeyri. Minn? Já, sko, það er bara verst, Harry. Við tapaði líka öllum Matador-peningunum. Hæ? Ég tók Matador-peningar okkar með að heiman. Og lagðirðu þá undir í fjárhættuspilin? Já, það þýðir ekkert að vera tapsár. Við getum nú alltaf keypt okkur nýtt Matador-spil, Harry. Heimir! Þú ert svo rauður í framann, Harry. Ég skal bera á því jógúrt. Banditi, qual fuoco accende la lira, muerta! Heimir, þú eru búin að átta sig á þessum Matador-peningana. Kasta þér á bak við barinn! Scatti með parola con dirte Matadore, suppone che mi sta fianco. Við verðum að reyna að forða okkur, Heimir. Skritt á eftir mér. Já, en ég get ekki borið á því jógúrtina. Hún er ekki kæri. Þetta spilar ekki greinilega rekið af mafíunni. Og þessi Don Ravioli er þá vantanlega aðal mafíuforinginn. Þannig að ég nú meira fyrir skyr heldur en jógúrt. Ekki rutir. Skulum reyna að skreiðast hér inn fyrir á meðan þeir horfa í hináttina. Ok. Jæja, Heimir. Þú þurfum bara að finna leið til að komast út úr húsinu. Buonasera, signore. Hver ert þú? Io soy Don Ravioli. Þetta er hann sjálfur, Heimir. Don Ravioli, mafíuforinginn. Sì, mio amico Don Ravioli, te saluta. Nei, er þetta ekki Marlon Brando? Nei, ertu vitlaus, maður. Heldur að Bylgjan hafi efnað því að fá Marlon Brando í svona lási útvarpsleikrit. Hvað meinarðu? Veistu hvað hann fékk fyrir að leika guðföðurinn? Já, hann fékk munnangur. Munnangur? Já, þess vegna var hann alltaf með munnin svona fullan af bómull. Já, talandi launamál. Þá erum við skammalega illa launaðir í þessu leikriti. Ég vissum að þetta er langt undir taksta einkaspæjarasambandsins. Þetta meina þetta, Harry? Við værum ekki í þessu klandri, við fengjum betur borgað. Þá hefðum við ekki þurft að gista á þessu mafíuhóteli. Fyrirgefðu, má ég nota símann? Sì, naturalmente. Ég hringi bara í það á Bylgjunni. Við skulum sko ekki komast upp með neitt múður. Já, ertu bara harður við á, Harry? Já. Halló, er þetta á Bylgjunni? Já, er þetta Einar útvarpsstjóri? Komdu blessaður, þetta er Harry Rögnvalds. Heyrðu kallinn, nú er ekkert með það, nú verðum við Heimir að fara fram á kauphækkun. Já, við erum hér peningalausir á Ítalíu og erum lentir í klónum á mafíunni og skuldum stórfé og ef við borgum ekki verður okkur trúlega stútað. Svo nú átt þú tvennt að velja, vinurinn. Annað hvort hækkarðu kaupið okkar á stundinni eða þú sérð okkur ekki aftur á lífi. Það er nefnilega það, blessaður. Hvað sagði hann, Harry? Hann ætlar ekki að hækka það. Já, þetta er alveg svo segir, Harry, bara vera harður við á. Æ, þegiðu, Heimir. Ok. Cannellone, miei ragazzi, fuertemente sì che ti trovedore, sì? Hvað? Hann talar bara ítölsku, Harry? Það er að því hann er Ítali. Ég skil. Cappuccini attrattivo del letto azzurro. Heyrðu mér nú, þetta er íslenskt leikrit og
og mér finnst það alveg lágmarkskrafa að hlustendur fá að skilja hvað persónurnar að segja. Hver endur að nennan hlusta á leikritið ef þú ætlar að halda áfram að babla á ítölsku? Fyrirgefðu, þetta í lagi? Þetta ágætt, já. Umberto Giovanni! Sí, Don Ravioli. Takið þessa 2 og setið þá í steipustígvél. Sí, Don Ravioli. Og Umberto? Sí, Don Ravioli. Ef þeir spyrjað einhverju skaltu svara þeim á íslensku. Perché, Don Ravioli? Samkvæmt útvarpslögunum á allt efna vera textað. Og við ekki vilja gerast að lögbrjótar það, Umberto. Vinir okkar voru nú í vanda staddir. Já, var það? Já, ég var einmitt að spöglur í því hvar við værum staddir. Við erum í steipustöðin hans Don Raviolis. Viljið þið standa kyrran í fötuna rétt á meðan ég helli steipun í þér, annars harnar hún aldrei. Hvað ertu að gera? Nú ég að setja ykkur í steipustígvél. Steipustígvél? Þú meina steipubað? Nei, steipustígvél. Ég steipa ykkur fasta ofan í þessar fötur. Já, hún verður ekki erfitt fyrir okkur að ganga með lappirnar fastar í fötum. Og ekki hafa áhyggjur. Þið þurfa ekki að ganga mér, við keyrum ykkur. Hvert? Niður á bryggju og hendum ykkur í sjóinn. Þú er engan rétt til að gera þetta. Af hverju segirðu það? Af því að þú ert ekki menntaður múrari. Ertu með réttindi? Má ég sjá félagsskírteinið þitt? Ég kæri þig fyrir iðnaðarmannafélaginu. Harry, var hann spöglur að? Já, Heimir. Sko, ég held að hann ætti að steipa okkur í glötun. Harry og Heimir reyndu allt hvað á tók að finna ráð til bjargar, en allt kom fyrir ekki. Þegar að steipan var hörnuð í fötunum var þeim hendin í bifreið sem ók rakleiðis niður að höfn. Þið getið ekki gert okkur þetta. Nei, þetta er rétt hjá honum. Ég er með vottorð. Ég má ekki fara í sund. Jú, ég á pantaðan tíma hjá tannlækni eftir 2 daga. Hann brjálast ef ég mæti ekki. Já, og svo er bannað að henda rusli í sjóunina. Þið verður kærðir fyrir mengun. Já, og hvað haldið þið Einar segi? Við eigum að skila 9 þætti í næstu viku. Þú hefur ekki átt að segja þetta, Harry. Þeim finnst þetta greinilega ekki skemmtilegt leikur. Nei, ekki henda okkur út í. Nei, já! Guð minn góður. Eru þeir dánir? Ó, Jesús minn. Þeir sem voru svo indælir drengir, svo geðugir og góðhjartaðir. Og ég var aldrei nú almennleg við þá. Ég mætti meira að segja fullur í vinnun í dag. Guð minn góður. Og ekki voru það að æsa sig yfir því þessir öðlingar. Ó nei, þeir voru svo þolinmóðir við mig. Þeir skildu svo vel að ég ræði ekki við þetta. Þetta er bara sjúkdómur. Viltu lesa handritið hálfvitið inn? Nei, ég get ekki, ég þorið ekki. Ó, Harry og Heimir. Já, við erum hérna. Hvað? Er það á lífi? Já. Já, en eitthvað var hent fram að bryggjunni. Já, það var fjara. Sjáðu bara, sjórinn er okkur rétt upp í hné. Við verðum að gera eitthvað, Heimir. Hann veit datt mér í hugum mundi segja þetta. Við reynum að koma okkur upp á götuna. Ok. Ég nú vissum að þessi steipustígvél komast aldrei í tísku, Harry. Erfitt að labba í þeim. Sjáðu, Heimir. Hvað? Hann á upp á götunni. Það er maður að vinna á loftpressu. Hann hjálpar okkur úr fötunum. Úr fötunum? Já, en þá sólbrennur bara meira, Harry. Og áður en langt leið voru þeir félagarnir lausir við steinsteypulóðin. Jæja, Harry. Þá getum við aftur farið í sólbað. Nei, Heimir. Við eigum sér hvað vantalað við Don Ravioli. Þar að þau gera hann með veskin okkar og eitt skilríki. Já, og flugmiðana. Við komumst ekki heim aftur á þess að ná í þá. En eigum við ekki bara þá að kaupa okkur aðra ferðarþrista og vinna þar heim? Ég látt ekki svona, Heimir. Hvað? Kosti ekki nema 50 kall? Hvað ætli það sé í líf? Nei, Heimir. Mafían kemst ekki upp með að abbast upp á Harry og Heimi. Við förum aftur í spilavítið og tökum þessa andskota í karphúsið. Einmitt, Harry. Við skorum á þá í Matador og mölum þá. Rosalega verða þeim spældir. Tókst eftir því hvað veggfóðrið var illa farið á skrifstofunni hjá Don Ravioli. Já. Við dulbúum okkur sem veggfóðrara og komumst þannig inn til hans á þess að nokkuð gruni nokkuð. Ég brenn í skinninu að koma þessum kónum á bak við lás og slá. Brennur þið í skinninu? Heyrðu, ég hérna með jógurt. Skal bera á þig. Heimir. Hvað má maður bera á? Jæja, ertu tilbúinn, Heimir? Já. Avanti! Góðan dag. Við erum veggfóðrarar. Já, það er alveg satt. Hvað vilja þið? Nú er þetta fóðrað ekki. Við komum til að gera við Já, veggfóðrar. það er alveg að reyna, sagði. Heimir. Gera við veggfóðrið? Já, ég get alveg svarið.
Láttu mig að tala. Það orðið ansi illa farið, veggborðið Já, 10 fingur upp í guði. Sko bara ekkert hliðarmerki. Sko, sérðu, engin svartur blettur á tungunni. Sko, við erum ekki að plata. Við erum ekki Harry og Heimir. Við erum ekki... Þegiðu, Heimir! Heimir, sagði það Heimir? Nei, ég sagði því, þegiðu heimaskýts, heimski... Já, þetta er alveg satt, hann sagði það. Þegiðu, Heimir! Ok, Harry. Aha! Umberto, Giovanni! Sýtu að ravioli! Heimir, Já, skvettu á þá veggfóðuslíminu! já, ok. Hvað er það að gera? Svona, já! Þetta tefja á eitthvað! Þetta er mýsterkt lím og þornar á nokkrum sekundum! Já, þetta er líka rosalega suppulegt, Harry. Já, verður ekki að hugsa það! Nú verðum við að taka hraustlega á móti! Já, snúum bökum saman, Heimir! Já, ok! Solo chiama Tiago, Umberto, Límið virkaði, Heimir. Þeir eru allir pikkfastir við gólfið. Já, ég vona bara við þurfum ekki að þrífa hérna. Og þá hefum við bara eftir að hringja á lögregluna. Rétti mér símann. Já, ég kemst ekki, Harry. Ég er fastur. Já, ég líka. Hvernig stendur á þessu? Við erum límdir saman á bökunum, Harry. Já, þú sagðir við ættum að snúa bökum saman. Ítalska lögreglan fekk seint fullþakkað Harry og Heimi fyrir þátt þegar ég upprætta mafíuna í eitt skipti fyrir öll. Og límverksmiðan sendiði mér langt þakkarskeyti fyrir auglýsinguna. Daginn eftir hittum við þá vín okkar aftur á ströndinni þar sem þeir flatmaga í sólinni. Já, Heimir, þetta fór ótrúlega vel. Við vorum ótrúlega heppnir að sleppa lifandi. Það er bara verst að vera svona peningalausir, annars hefðum við getað keypt okkur þynni til að leysa upp límið. En við verðum víst að láta okkur hafa það, vera fastir saman á bökunum þar til við komum heim. Harry! Varstu að segja eitthvað, Heimir? Ekki saman. Þú snúum okkur við núna, Harry. Þú getur gert að legja ofan á. Ég vil líka fá smá sól á mig. Allt í lagi, Heimir. Tilbúinn. 1, 2 og velta! Já, þetta er allt annað líf. Strákar mínir, ég veit að þessi þáttur var algjört klúður hjá mér en þetta kemur ekki fyrir aftur. Það er alveg hreina línur. Nú fer ég í meðferð. Ég átta mig alveg á því að þetta gengur ekki svona. Lestu afkynninguna í liðinn. Leikritið er búið. Já, alveg sjálfsagt auðvitað. Flutt var svakamálaleikrítið með öðrum orðum. Handrit og flutningur Karl Ágúst Úlfsson, Sigurður Sigurjónsson og Örn Árnason. Tæknimaður var Georg Magnússon. Missið ekki að svaðilförum Harrys og Heimis á hverjum sunnudag klukkan 1. Var þetta í lagi svona? Já!